Jæja, Ingvar, það var erfiður leikurinn þessi síðasta á móti í Svíþjóð. Já, við vissum það. Þetta er hörkulið og það voru í hörkuleik við Finnana í gær. Þetta eru í rauninni 2 langbestu liðin á mótinu. En mér fannst við samt vera klaufar svo í fyrri hálfleik. Við fengum mikið á opnum skotum sem við settum ekki niður. Við varum ánægðir með hvernig við vorum að framkvæma sóknarleikinn þá. Töpuðum óþarflega mörgum boltum í fyrri hálfleik sem skilaði sér í bara auðveldum leiðuppum með þeim. Þannig að 17 stig í hálfleik fannst mér vera svona ekki alveg sanngjarnt. En svo eiginlega í seinni hálfleiknum þá svona hálf sprungum á liminu bara. 2 leikir í þessu móti, Finnland og Svíþjóð. Ég meina Finnland og Svíþjóð voru klárlega bara langbestu liðin á þessu móti. Hvað þarf Ísland að gera til þess að komast á þetta stig? Það er ekki bara að fá Tryggva og Ragga til undaneldis og stækka þjóðina. Nei, við eigum hérna fullt í land. Við erum, það vantar meira upp á líkamsstyrk og það þarf að byrja fyrr hjá félögunum. Og svo er bara, það er ýmislegt sem við þurfum að gera til að komast á þetta stig. Umgjörðin er gríðarlega flott og góð hjá þeim. Umgjörðin hjá okkur hefur farið mikið upp á við núna og klárlega skrefið rétt á. Við erum að vera að vinna úr öllum gögnum og leikjum og krakkarnir að fá mikið feedback. Kom með 3 þjálfara teymi þar sem leikmenn geta fengið mikið okkar feedback í kringum leikina, fyrir og eftir leiki þegar þeir koma út af og annað. En það er svona fysikarhlutin er kannski stærsti punkturinn í þessu. Svona þetta mót, þið takkið 2 góða sigra á móti Noregi og Danmörku eru í, ég ætla bara að fá að segja það, ég er algjör hómur. Við hefðum átt að vinna næsta leikinn líka. Já, sammála því og ég held að ef við hefðum mætt þeim á einhverjum öðrum degi heldur en fyrsta degi, þá hefðum við vunnið næsta leikinn líka. En hvernig metur þetta svona betur? Sérðu framfarir á liðinu og... Já, mikla framfarir. Það voru náttúrulega, við vorum smekar og hrættar í fyrsta leik með móti Eistunum. Svo fáum við náttúrulega bara smá skell á móti Finnunum, sérstaklega í fyrri hálfleik. Ég var mjög ánægður með seinni hálfleikinn þar. Spilum flotta leiki bæði á móti Noregi og Danmörku. Við erum ennþá kannski að ströggla í þeim báðum leikjum, við hittum frekar illa. Ef við hefum bara hitt okkar í þeim leikjum og þá hefum við unnið þá mjög samfærandi. Og svo svona eitthvað þreyta eða standleið og líka með þreyta sem tekur svolítið yfir í dag hjá stelpunum. Seinni hálfleikurinn var svona svolítið flatur hjá okkur, en klárlega mikla framfarir og búið gaman að sjá það vaksa og stíga. Þessi árgangur kominn á stað, lítur að vera svona bæði léttir og bara ánægði að vera komin í landsliðsverkefni með þennan árgang? Frábært, eins og sagði í fyrsta viðtalinu, bara að gera frábært þessi stelpur skuli fá verkefni, að Norðurlandamótið skuli hafa verið haldið. Það hefði verið agalegt fyrir þeirra að missa annað ár, missa Kaupmannahafnarmótinu í fyrra og það hefði verið enn betra að geta farið með þessar stelpur á EM. Við erum búin að ræða við þjálfararnir. Þetta er flottur hópur, þetta er spennandi hópur, hann er búin að vera mjög vaxandi í sumar. Og það hefur bara verið virkilega spennandi að hafa getað fengið kannski 15-20 æfingar til viðbótar á milli móta og unnið í því sem það þarf að vinna í og fengið að máta okkur við liðin í Evrópu. Frábært. Takk.